hér í dag sem samanlagt hefur gríðarlega mikla innsýn inn í markaðinn og rekstur samfélagsins út frá ólíkum sjónarhornum sem nú svona lykillinn að velgengni okkar í þessu málaflokki að tengja saman ólík sjónarhorn. Festa, Marel og Íslandsbanki bjóða til fundarins í dag og við höfum verið í nánu samstarfi líka við fulltrúa innan ráðuneytanna sem alveg frábært. Yfirskrift fundarins hver loftslagsáhættan í þínum rekstri og við höfum fengið með okkur einvala lið, þau Þórdísi Kolbrúnu Gylfadóttur, ferðamála, iðnaðar og nýsköpunarráðherra, Þorstein Kára Jónsson, forstöðumann sjálfbærni og samfélagstengsla hjá Marel, Kristján Rúnar Kristjánsson, forstöðumann í áhættustýringu hjá Íslandsbanka og Hörpu Theódórsdóttur, sérfræðing frá atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu. Með þeirra aðstoð og með spurningum frá ykkur í panelumræðum í lokin, þá ætlum við að leita svara við því hvernig áherslur í loftslagsmálum hafa áhrif til dæmis á uppgjör getu fyrirtæki til að laða að sig fjárfesta, bæta kjör og lánum og stuðla að meira svona resilient þrautseigum rekstri í ljósi loftslagsáhætta. En til þess að geta yfir höfuð talað og upplýst áhrif á loftslagið þarf samanburðarhæfa trúverðug og upplýsingagjöf og í því samhengi ætlum við í dag að horfa sérstaklega til TCFD, enn önnur skammstöfunin, Task Force on Climate Related Financial Disclosure. Við höfum nú eftir að finna góða þýðingu á þetta. Ég hvet alla til að leggja höfuðið í bleyti. Alþjóðlegt ráð fjárhagslegan stöðugleika G7 og G20 ríkjanna, Financial Stability Board, stofnaði TCFD árið 2015 til að auka stöðugleika og fjárhagslegt gagnsæi á markaði. TCFD auðveldar fyrirtækjum að innleiða loftslagsáætlun í rekstur og strategíu að stefnumótun. Hátt í 2000 hafa skrifað undir TCFD í 78 löndum, það mjög áhugavert og það hefur aukist rosalega hratt, ekki síður á síðasta ári. Og í janúar síðastliðið var Sviss opinber þátttakandi í TCFD, hvatti fyrirtæki til að taka þátt á eigin forsendum en hefur einnig sett í farveg að gera skuldbindingarnar lagalega bindandi, sem er mjög áhugavert. Stuttu máli hugmyndin þessi, fjármálamarkaðir þurfa skýrar, yfirgripsmiklar og fyrsta flokks upplýsingar áhrif loftslagsbreytinga. Því betri sem upplýsingagjöfin áhrif loftslagsbreytinga áhættur og tækifæri þeim tengdum, því betra. Því betur eigum við með að verðleggja áhrif reksturs á loftslag. Við verðum raunsægir í áætlanagerð og stefnum og eigum betur með að grípa tækifærin. Og einhverju leyti TCFD líka leið til þess að valdefla markaðinn til þess að beina fjárfestingum í sjálfbærar og svona resilient lausnir, tækifæri og viðskiptamódel. Kannski áður en ég kynni fyrsta mælanda dagskrá, þá ætla ég bara að biðja fólk að ýta á mute svo við heyrumst ekki svo það heyrist ekkert svona aukahljóð. En við byrjum á því að heyra frá ráðherra áherslur hins opinbera þegar kemur að lögum og reglum ásetninga og upplýsingagjöf loftslagsmál í dag og komandi misserum. Og ég veit að ráðherra getur því miður ekki verið með okkur allan fundinn vegna Anna, þannig að hún fer að fundinum eftir sitt erindi. En samstarfskona hennar og sérfræðingur í ráðuneytinu Harpa Theódórsdóttir mun taka þátt í pallborðsumræðunni hérna eftir. Þórdís Kolbrún, gjörðu svo vel, orðið þitt. Takk fyrir. Góðan daginn öllsumul. Það mér ánægja að ávarpa þennan rafræna viðburð sem að Festa, Marel og Íslandsbanki hafa boðið til áhrif á mat loftslagsáhættu í rekstri fyrirtækja. Og ég auðvitað ekki að segja neina fréttir þegar ég segja að hlýnun jarðar ein af stærstu áskorunum sem við einfaldlega stöndum frammi fyrir og hún kallar á að allir leggi sitt af mörkum, hið opinbera, fyrirtæki og við öll sem einstaklingar, neytendur, atvinnulíf, fjárfestar og hið opinbera leggja aukna áherslu á að brugðist sig við með markvissum aðgerðum. Og stjórnvöld hafa undanfarið sett fram metnaðarfullar stefnur og aðgerðaáætlanir sömuleiðis til þess að mæta áskorunum loftslagsmála. Stefnur eins og orkustefnu, nýsköpunarstefnu og uppfæra aðgerðaáætlun í loftslagsmálum. Og við ætlum að ná kolefnishlutleysi fyrir 2040 og vera laus við jarðefnaeldsneyti fyrir 2050, svo að eitthvað sé nefnt. Og loftslagsáhætta almennt orðin hluti af samfélagsábyrgð fyrirtækja og við sjáum að fjárfestar taka slíka þætti í auknum mæli inn í mat sitt á fjárfestingarkostum. Og við sjáum fleiri fyrirtæki taka samfélagsábyrgð alvarlega
og leggja sig fram við að reyna að skilja hver áhrif þeirra eru á samfélagið og umhverfið og hvernig þau geti metið og birt þess áttar ófjárhagslegar upplýsingar með gagnlegustum, skýrustum og aðgengilegustum hætti. Á sama tíma kallar atvinnulífið eftir stöðugleika á þeim leikreglum sem að hafa áhrif á rekstur og sömuleiðis einföldun í regluverki. Og þessi sjónarmið fara kannski ekki alltaf saman, þannig að við þurfum að finna svona hæfilegt jafnvægi á milli þeirra. Þó það séu þetta þannig að þegar að ræða einhverja risastóra áskorun sem hefur raunverulega áhrif á rekstur, að þá skiptir máli að það sé skrifað út. Í því felst auðvitað einmitt kannski meiri stöðugleiki fyrirsjáanleiki, bæði fyrir rekstur sjálfum, þá sem fjárfesta í honum. En það þannig að á sama tíma og það vilji og við svona förum í þessa átt, að þá líka verið að toga í mann úr hinn áttinni og ég sjálf þar, að við þurfum að passa að vera ekki með ekki hlaða alltaf reglum ofan á þær fyrri, heldur vera vissum að við séum með eins svona skilvirkan og einfalt umhverfi og við mögulega getum með. Þannig að eitt af því sem getur stuðla að jafnvægi að við séum vakandi fyrir því að afnema þá kannski þessar úreltari og óþarfa kröfur þegar það koma nýjar sem eru algjörlega relevant fyrir þá þar aðstæður sem við erum í hverju sinni. Því það engin skortur á nýjum sem að bætast við. Og ég nú þeirri skoðun að almennt eru stjórnvöld ekki nógu vakandi fyrir tækifærin til þess að hreinsa til í því regluverki sem sett til að mæta áskorunum gærdagsins, en ekki endilega lengur þörf fyrir. Og við höfum gert töluvert af því undanfarið og við ætlum að halda áfram á þeirri braut, en það ágætt að hafa þetta í samhengi þegar rætt nýjar og auknar kröfur. Og það skiptir máli bæði fyrir fjárfesta, neytendur og samfélagi allt að geta metið frammistöðu fyrirtækja í því að sýna ábyrgð í umhverfismálum, jafnréttismálum og góðum stjórnarháttum. Og til þess þurfa að liggja fyrir réttar og samanburðarhæfar upplýsingar, setta fram á skýran, aðgengilegan og ábyrgan hátt. Og fyrir tæpu ári var aðgengi að ársreikningum fyrirtækja auðveldað með því að gera öllum kleift að sækja þá á opinberu vefsvæði án endurgjalds. Og slíkt gagnsæi og aðgengi að upplýsingum mikilvægt og liður í einföldun og stjórnsýslu þessara mála og bættri þjónustu fyrir almenning. En aðgengi að ófjárhagslegum upplýsingum fyrirtæki skiptir líka máli hér. Ísland hefur innleitt tilskipun ESB ófjárhagslegar upplýsingar. Í lögum ársreikninga stærri félögum gert að leggja fram upplýsingar stefnu í umhverfismálum, félagslegum þáttum og stjórnarháttum. Og segjum að þetta hafi verið fyrsta skrefið í að koma slíkum upplýsingum til skila á reglulegan og aðgengilegan hátt. Yfirlit yfir ófjárhagslegar upplýsingar heyrir undir skýrslustjórnar og þar á að skýra frá áherslum stjórnenda og stefnu viðkomandi fyrirtækis samfélagslega ábyrgð, umhverfismál og félagslega þætti og stjórnarhætti. Við innleiðingu tilskipunar ófjárhagslegar upplýsingar gengu Íslendingar og Danir lengra varðandi mengi þeirra félaga sem skylt að hafa slíkt yfirlit í ársreikningi. Og með því vildi Alþingi leggja áherslu á mikilvægi samfélagsábyrgðar fyrirtækja. Nú stendur yfir endurskoðun á þessari tilskipun og eitt af því sem þar til skoðunar að tilskipun nái til fleiri félaga. Sömuleiðis unnið að því að leggja fram staðal sjálfbærni með það fyrir augum að upplýsingar sjálfbærni séu samræmdar og samanburðarhæfar. Ófjárhagslegar upplýsingar hafa vaxandi þýðingu fyrir hagsmunaaðila á markaði en kallað hefur eftir samræmdum reglum hvernig þær skulu birtast. Og fjölmargir ólíkir staðlar og leiðbeiningum hafa valdið ósamræmi og áðurnefndur samræmdu staðallum sjálfbærni þess að svar við þessu ákalli. En ég vil bara nefna að lokum að það rétt að setja umræðu dagsins líka í kannski aðeins stærra samhengi. Því eitt að upplýsingar loftslagsáhættu séu birtar í ársreikningum en mögulega þarf fleira að koma til svo árangur náist í því sem hið raunverulega viðfangsefni. Það hefur verið bent á að umgjörðin utan viðleitni fyrirtækja til að draga á losun sé ekki nógu sterk. Og markmið stjórnvalda liggja fyrir og það ágætlega að halda utan þau og það hefur verið sett upp kerfi eins og ETS til þess að fylgja samdrætti í losun frá stóriðju. En viðleitni minni aðila og hins svokallaða valkvæða viðleitni kannski, hún gæti þurft sterkari umgjörð. Þannig að bara hvatarnir séu sterkari, þannig að það liggi fyrir nákvæmlega hvað það þýðir, það sem þú ert að gera. Og mögulega þurfum við að sjá til þess að hægt verði að koma árangrunum í verð með beinum hætti til viðbótar við hinn óbeina ávinning sem felst í því að sýna fram á viðleitnina. En þetta vissulega stærri umræða sem við eigum eftir og þetta fer svona kannski fleiri kíma atvinnulífs heldur en hér En bara að lokum að þakka Festum Arild og Íslandsbanka fyrir að
setja þessi mál á dagskrá. Umræðum tengsl loftslagsmála við rekstur fyrirtækja mikilvæg og hún auðvitað aukast og ég fagna því að þau séu rædd á gagnrýninn og upplýstan hátt, bæði út frá markmiðum loftslagsmála og markmiðum einföldun á regluverki atvinnulífsins. Takk fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta, Þórdís Kolbrún, og mér langar líka bara að taka undir það, þú veist að gera 20 í einu innan gæsalappa, þú veist að hvort sem við tölum stafræna þróun, tækniþróun eða hvað það er þegar við erum að hagræða og gera upplýsingafræði einfaldara að tengja þetta allt saman af því að þetta má ekki vera yfirþyrmandi ferðalag heldur. Takk kærlega fyrir. Þá ætla ég að já, ég reyndi að gleymd að taka það fram. Ég finnst alveg rosalega flott yfirskriftin á erindi Þórdísar Kolbrúnar, fljúgum hærra, upplýsingagjöf og gagnsæi félaga, vegna þess að í grunninn þá er öll þessi umfjöllun gerð til þess að bæta samkeppnisstöðu okkar og framtíð í rekstri hérna á Íslandi. En þá er það næst erindið sem kallast hvernig hefur loftslagsáhætta áhrif á greiðslugetu fyrirtækja. Fjárfestar krefjast svara og mér langar til þess að bjóða honum Þorsteini Kára Jónssyni, forstöðumanni sjálfbærni og samfélagstengsla hjá Marel. Þakka þér fyrir Hrund og þakka þér kærlega sömuleiðis Þórdís fyrir gott erindi. Þetta eru ný og spennandi tíðindi með að það er koma nýr sjálfbærni staðall á Íslandi. Ég hlakka til að heyra nánar það og svona hversu íslenskur hann verður. Hrund, er í lagi að ég fá að deila skjánum mér? Go for it, go crazy. Ég þarf nefnilega leyfi. Já. Þess vegna er ég að biðja leyfið. Harpa. Já. Það ætti að vera komið Þorsteinn. Ok. Þarna. Ok, tökum þetta hérna. Ég vona að þetta virki svona. Gerum bara svona og sjá þetta. Það er glæsilegt. Flott. Ég ætla að renna í gegnum svona smá vegferð sem við höfum verið á hérna hjá Marel og aðeins að segja ykkur frá því svona hvernig við erum að upplifa þetta núna og breytingarnar sem hafa verið að gerast á síðustu misserum. Ég ætla að byrja á því að bara sýna ykkur þetta. Ég þarf ekki að fara neitt mikið út í þetta en við erum búin að núna vera svona að byggja smá teymi í kringum þessa vinnu hjá okkur vegna þess að það er einfaldlega mjög mikið að gerast í sjálfbærnimálum. Og hún Viki sem er við hliðina á mér, hún kom inn í teymið mitt núna á síðasta ári og svona sem dæmi það hvað loftslagsáhættugreining er viðamikið verkefni þá er það bara eitt af svona grunnatriðunum sem hún er að vinna í nánast allan daginn. Þetta er umfangsmikið og flókið að við ætlar að gera þetta vel vegna þess að þetta skiptir rosalega marga hagsmuna miklu meira máli heldur en fólk hefur verið að reikna með á síðustu árum. En svona bara rétt í grunninn, þá kannski förum við yfir nákvæmlega hvað TCFD er vegna þess að við erum að tala loftslagsáhættu og eins og staðan er í dag þá er eitt svona alþjóðlega viðtekið tól sem er notað við að greina loftslagsáhættu og setja hann í samhengi við viðskiptaáætlanir fyrirtækja og kannski setja þetta svona í samhengi við fjárhagslega mælikvarða eða fjárhagslega viðmið og það sem TCFD leggur mikla áherslu á er að gera áhættugreininga á loftslagsmálum út frá þessum 4 lykilþáttum eða sem að vinna þessa loftslagsáhættugreiningu út frá þessum 4 lykilþáttum. Það er stjórnarhættir, það er stefnumótun, það er áhættustjórnun og síðan er það mælanleg markmið og svona að setja sér eitthvað setja sér takmörk eða markmið eitthvað sem þú ætlar að ná og hvernig þú mælir hlutina, gera það mæla. Það sem að okkur finnst og það sem að mörgum finnst líka mjög þægilegt og gott við TCFD er að það geta öll fyrirtæki nýtt sér þetta og tólið er rosalega skalalegt. Það er bæði skalalegt á iðnaði eða mismunandi iðngreinar
og á stærð fyrirtækja eða hvar svo sem í heiminum þau eru. Það er líka hannað þannig að það passi inn í fjárhagsleg uppgjör, þannig að það sé sem sagt upplýsingarnar sem að koma út úr því eða það hvernig þú vinnur það, að þú sem getur notað þetta við að birta fjárhagslegt uppgjör eða inn í fjárhagslegt uppgjör hér, sem að þýðir að það er í raun og veru svolítið verið að höfða til þeirra sem að hafa bara oftast mestum hlutur að segja sem eru fjármálamarkaðir, sérstaklega þeirra að þá er þetta mjög svona gott tól vegna þess að það er einmitt hannað til þess að tala við þá sem að hafa stjórna flæði fjármagns í heiminum. Það er líka gott við þetta er að þetta er ekki, þetta er ekki endilega stöðupunktur eða þetta er ekki verið að skoða hvernig þú hefur verið að standa þig eða svona, þú veist, gera upp árangurinn, heldur er þetta það sem við kalla svona forward looking information eða sem sagt, hvernig sérðu fyrir þér að loftslagsáhætta muni hafa áhrif á fyrirtækið til bæði skemmri og lengri tíma. Það er líka gott að TCFD er ekki bara fókusir á áhættuna, heldur líka á tækifærin sem felast í því, því að fyrirtæki eru mismunandi alveg eins og þau eru mörg og það er rosalega gott að vita til þess að tólin sem við erum að horfa á þessum myrku tímum þegar kemur að umræðum loftslagsmál, að þau eru ekki bara að horfa á það hvernig við greinum þessar áhættur og sjáum fyrir okkur þessar þrautagöngu sem við erum á leiðinni inn í til þess að leiðrétta fyrir mistök síðustu áratuga, heldur er þetta kannski líka verið að horfa á að tækniframfarirnar í dag einmitt bjóða okkur upp á tækifæri til þess að glíma betur við þessi vandamál og þessar áskoranir. Það sem mér finnst líka flott og skemmtilegt að fylgjast með TCFD með er að það eru gríðarlega mörg, það eru sirka bát 1700 fyrirtæki sem eru búin að skrá sig, sem sagt, er búin að kommitta á að integrera þetta inn í áhættustjórnunarkerfin sín, en það eru líka sem sagt heilu löndin og ríkisstjórnir sem hafa gert þetta, Svíþjóð, maður hefur séð Sri Lanka er komið þarna, Sviss, Bretland og þetta eru stóra lítil ríki sem eru núna innleiðið til lög og Sviss eins og þú sagðir einmitt og mikið af ríkisstofnunum sem hafa farið inn í þetta og það sem TCFD býður upp á að það er gott yfirlit inn á heimasinni yfir þá aðilar sem hafa nú þegar skráð sig til leiks og það er bara gaman að sjá hvað eru feiknarlega mörg einmitt ríki sem eru farin að skoða þetta og gera þetta að svona að bara hluta þess hvernig þeirra ríki er rekið eða þeirra land. Lítum aðeins svona dýpra inn í skilgreiningarnar og hvernig markaðurinn er að hreyfast með TCFD. Þessi mynd á vinstri hönd, hún segir eiginlega allt sem segja þarf það hvað nákvæmlega TCFD er. Þannig að það misskilja margir nákvæmlega hvað það er sem að tækin og tólin að gera þegar kemur að loftslagsmálunum. TCFD snýst bara það hvaða áhrif loftslagsáhætta hefur á mitt fyrirtæki. Það snýst ekkit það hvaða áhrif þú getur haft á loftslagsmálin. Það snýst bara það hvaða áhættur og hvaða tækifæri loftslagsáhættan getur boðið upp á fyrir þitt fyrirtæki, þitt land eða hvað svo sem helst. Og það er þetta sem býr líka til svo gott svona greiningar landslag vegna þess að þú getur ekki farið í einhverja svona soft eða innihaldslausar fullyrðingar það hvað fyrirtækið þitt er gott eða flott. Þú verður að meta áhrifin sem loftslagsbreytingar hafa á fyrirtækið þitt og það sem að TCFD er aðleikur fyrirtækjum að gera er að fara í svona sviðsmyndagreiningar og býður upp að það eru til fjölmörg tól sem eru gríðarlega mikið upplýsingum og líkunum á módelum sem hjálpa þér að máta þig við alls kyns sviðsmyndagreiningar sem eru kannski eins og óbreytt sviðsmynd, við höldum okkur innan 1,5 gráðu sviðsmyndin að við minnkum útblásturinn yfir eitthvað ákveðið tímabil og fleira og bæði eru módel sem að halda utan áhrif á vistkerfi, á loftslagsmálin heilt yfir eða jafnvel bara á samfélag og samfélög og svona mannlega þáttin og þetta er allt sem hjálpar þér að skilja þá til lengri tíma
bæði og styttri tíma, hvernig í raun og veru loftslagsáhætta hefur áhrif á fyrirtækið þitt. Það sem við erum að sjá gerast í dag að stóru fjárfestingaraðilin byrjuðu kannski fyrst og fremst á þessu, en þau eru farin að horfa mikið á bara hvernig fyrirtæki tala loftslagsáhættu og hvernig þau eru að segja frá því að þeirra viðskiptamódel passi inn í það að sem sagt glíma við áhættur sem tengist loftslagsmálum. Og það einmitt það sem við erum kannski svolítið að tala í dag, að þetta samtal sem að örfáir voru að eiga fyrir 2 árum, en allir eru að eiga í dag sem að vera við á þessum markaði. Það eiginlega ekki flóknara en það. Og ég ætla aðeins að segja ykkur frá því hvernig sagan hjá okkur hefur verið til þess að koma síðan aftur inn á þetta, að við byrjum á okkar svona skipulegu vegferð í kringum loftslagsmál árið 2015. Þá setjum við upp svona stefnu samfélagslega ábyrgð fyrirtækisins og förum að vinna eftir því svona hvaða áherslur við höfum ákveðið að leggja inn í okkar svona stefnumótun. Það var tekin ákvörðun það að sjálfbærni ætti að vera svona eitt af leiðarljósum okkar og við þóttum nú bara að vera nokkuð framsýn og kannski svona hálf rugluð í okkar geira að vera að tala sjálfbærni sem hluta af viðskiptamódelinu. En við förum síðan inn í bara svona samstarf með stærri og svona kannski vitrari aðilum eins og Global Compact og seinna með Nordic CEOs for a Sustainable Future sem samtök forstjóra á Norðurlöndunum sem að setja sjálfbærni í fararbrotinni sinni stefnumótun. Og það sem að gera síðan núna 2020 og kannski held ég að COVID-19 hafi haft rosalega mikið það að segja, en það virðist allir fara að horfa á hvernig svona hvað maður að segja low probability, high impact mál eins og sjálfbærnimálin og loftslagsmálin, en hvernig áhrif þetta hefur á fyrirtækjarekstur. Og við erum búin að vera að vinna mikið í að svona uppfæra okkar mál þegar kemur að þessu síðastliðnu kannski 18 mánuðina, og það hentaði okkur mjög vel því að við finnum það núna að hver einasti fjárfestir, bankarnir okkar og fleiri, þeir vilja vita hvernig svona sjálfbærni áætlunin okkar og vilja vita hvernig loftslagsmálin eru fyrir okkur. Og það eru þeir sem eru að spyrja hvort að við séum ekki örugglega að gera TCFD greiningu. Það eru þeir sem eru að spyrja hvort að við gerum okkur ekki grein fyrir hver loftslagsáhættan í rekstrinum okkar, og það eru þeir sem segja að ef við ætlum að endurfjármagna á næstu árum að þá sé eins gott fyrir okkur að vera með skýra mynd af því hver loftslagsáhættan og hvernig við ætlum að bregðast við henni með okkar viðskiptamódeli, vegna þess að það verður bara erfiðara og erfiðara fyrir fjármálageirann að sannfæra þá sem að eiga fjármagnið það að taka þátt í kannski lánveitingum til fyrirtæki sem að ekki eru tilbúin að spá í loftslagsáhættunni. Og þetta bara svona umsnúningur 180 gráður sem að hefur átt sér stað, kannski ekki alveg 180, svona 170 gráður snúningur sem að gerist bara á síðasta ári, og við finnum bara rosalega sterkt fyrir þessu að líka það sem gerist kannski í kringum flokkunarreglugerð Evrópusambandsins og núna með Biden stjórninni í Bandaríkjunum, þá búið að taka ákvörðun að fjármagn eigi að fara í grænni áttir, og TCFD virðist vera svona að lenda svolítið mikið ofan á í því hvernig fyrirtæki að nálgast loftslagsmálin sín. Bara svona líka sem dæmi það hversu svona established TCFD orðið í þessari umræðu, þá til dæmis EFRS núna búið að tala mikið að þeir ætla að gefa út sjálfbærni standardinn varðandi bara öll reikningsskil, og TCFD hefur verið nefnt, eða í raun og veru eina svona formati sem hefur bara verið nefnt sem tól sem að þeir ætla að taka sérstaklega tillit til. En svona til þess að ljúka þessu af, þá erum við sem sagt með skýran strúktúr í kringum og svona til þess að máta okkur í raun og veru við þessa 4 þætti sem að TCFD eru að biðja fyrirtæki að leggja áherslu á. Þá erum við með skýran governance-strúktúr, þar sem að við erum með undirnefnd í framkvæmdastjórninni sem að heldur utan loftslagsmál og sjálfbærnimál, og í henni eru sérfræðingar og stjórnendur úr öllum lykilsviðum fyrirtækisins. Við síðan skilgreinum sjálfbærni og
loftslagsáhættu sem hluta af risk management portfólíun okkar og það sem við síðan erum að gera núna í kjölfarið að búa til greiningar og skoða svona í raun og veru hver svona áþreifanleg áhætta á loftslagsmálum og loftslagsbreytingum er á okkar viðskiptamódel og okkar viðskiptavini og svona stærra svona vistkerfi sem við störfum í matvælageranum og þar erum við bæði að greina og það það sem TCD leggur áherslu á að skoða þetta frá mörgum sjónarhólum það sem við erum að tala um mitt svona áhættur, viðkvæmni eða sem sagt hversu mikla líkur eru á því að ákveðnir hluti gerist en síðan líka að skoða þetta bæði út frá svona áþreifanlegum breytingum eins og bara flóðum eða þurrkum eða einhverju svona sem að við kannski auknum svona veðurofsa en líka út frá þessu sem að kalla transitional risk sem að einmitt aukin og svona skýrari löggjöf og áherslu sem að stjórnvöld eða viðskiptavinir að leggja á umhverfis- og loftslagsmál að við gerum okkur grein fyrir því að bæði þetta áþreifanlega og þetta áþreifanlega mun hafa sem að gerist í kjölfara loftslagsbreytinga mun hafa áhrif á viðskiptamódel okkar og við þurfum að gera grein fyrir hvernig við ætlum að bregðast við því eða hvernig við ætlum að nýta okkur tækifærin sem að okkar núverandi viðskiptamódel hefur þegar kemur á loftslagsbreytingum. Svona rétt að lokum að því ég veit að þetta verður þessi verður upplotað þá ætlum ég bara að setja inn þessa töflu sem er í raun og veru svona implementation processin okkar við erum búin að ná góðum árangri í ýmsum málum en við erum síðan bæði með svona skammtíma markmið eða svona skammtíma áherslur og síðan langtíma markmið sem eru til dæmis það að við ætlum að vera kolefnishlutlaus fyrir einhvern ákveðin tíma og að við ætlum að vera með þetta sem svona grundvallar inn í áhættustjórnunarkerfin okkar þegar framlíða stundir. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili og ég er bara að vera líflegar umræður á eftir þannig að ég þakka kærlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir þetta Þorsteinn. Kári, frábært erindi, rosalega fullt af upplýsingum og ég hugsaði bara strax að þetta svona fundir sem þess líka fyrir fólk að heimsækja aftur online til þess að líka bara festa þetta svolítið í hausnum. Þetta er mikið af upplýsingum rosalega gagnlegt. Takk fyrir kærlega. Takk sömuleiðis. Næst ætla Kristján Rúnar Kristjánsson forstöðumaður í áhættustýringu Íslandsbanka fjalla það hvernig banki leggur sífellt meiri áherslu á sjálfbærni og loftslagsáhættu í bæði lánveitingum og innra starfi og hans erindi ber yfirskriftina að hafa loftslagsmál áhrif á áhættustýringu. Gjörðu svo vel Kristján Rúnar. Kristján, þú ert á mute. Ég fann ekki unmute-takkan, það fór inn á annan skjá hjá mér. Ekki örugglega farin að deila glæranum, sjáðu glæranum, já. Góðan dag og takk kærlega fyrir að taka þátt í þessum viðburði með okkur. Ég heiti Kristján Rúnar Kristjánsson og forstöðumaður í áhættustýringu hjá Íslandsbanka. Í grunninn ég menntaður vísindamaður með doktorspróf í eðlisfræði og vann við rannsókn á svartholum í 3 ár áður en ég hóf störf í áhættustýringu fyrir 13 árum. Og ég mikill áhugamaður loftslagsmál og sjálfbærni og mjög ánægður með að vinna á vinnustað sem tekur þessi mál alvarlega. Í starfi mínu hjá Íslandsbanka hef ég haft tækifæri til að veita hjálparhönd sjálfur, meðal annars í Afríku, í samstarfi með Rauða krossinum, þar sem ég var að sinna verkefnum í Sómalíu og í Úganda. En þið þekkjum samt örugglega frekar sem gaurinn í loftslagsdæminu, sem voru geysivinsælir raunveruleika þættir á Rás 1. Ég er gaurinn sem fékk mórali við því að kaupa hálft kíló af koltvísýringi fyrir sótefnisfrumtækið. En í þeirri áskorun þá tókst mér og fjölskyldunni að draga úr losun heimilsins 40%. Aðallega með því bara að skilja betur hvað það sem losar mikið og hvað það sem skiptir minna máli. En út af þessum bakgrunni mínum í vísindum þá langar mig að sýna ykkur þetta graf sem hafði rosalega mikil áhrif á mig sjálfan og ég fæ alltaf gæsahúð við að skoða. Þetta graf sýnir sem sagt styrk koltvísýrings í andrúmsloftinu mælt á Hawaii en styrkurinn meira og minna svo sami alla jörð
Og þessi mæling sýnir að sko, styrkurinn hefur verið að aukast jafnt og þétt þessi 60 ár síðan mælingar hófust. En ef þetta er skoðað aðeins í sögulegu samhengi, að þá sést að aukningin er alls ekkert jöfn og þétt, heldur hefur styrkurinn rokið upp úr öllu valdi á mjög stuttum tíma. Og þetta hérna, sem ég er að sýna núna, þetta er sem gæsalóðamyndin. Hérna byrja grafið fyrir 10.000 árum þegar að mannkyni var í fyrsta sinn að setja staði í bæjum og borgum og þarna sjáum við fyrir 4.000 árum þá voru píramídarnir byggðir, fyrir 2.000 árum og Jesú fæðast og svo núna, þú veist, að þá bara rýkur þetta upp og þessi fáránlegi toppur sem við sjáum, hann á sér enga hliðstæðu, ekki einu sinni milljónar aftur í tíma. Þannig að þetta er alveg, hérna, þetta er alveg skelfilegt. Og þessi koltvísýringur og aðrar gróðurhúsalofttegundir leiða til þess að jörðin hlýnar, höfin okkar súrna, ofsaveður verða algengari og þétti landsvæði verða óbyggileg. Við höfum vitað af þessum vanda nokkuð lengi, en það er ekki fyrir núna nýlega bara á síðustu árum sem að fleiri og fleiri eru að átta sig á hvers konar neyðarástand hefur skapast, sem við verðum að bregðast við samstundis. Þegar þótt að verstu áhrifin kom ekki fram fyrir en seinna, að þá er eini tími sem við höfum til að bregðast við, hann er núna. Eftir því sem við bíðum lengur og því harkalegri verða aðgerðirnar sem grípum til að vera. Ísland er þáttakandi í, eða aðili að Parísarsamkomulaginu, þar sem að þjóðir heims hafa sameinast það markmið að draga svo mikið úr losun gróðurhúsalofttegunda að hlýnun jarðar af mannavöldum haldist innan við 2 gráður, helst innan við 1,5 gráðu. Íslensk stjórnvöld, eins og við heyrðum áðan, hafa sett sér markmið kolefnishlutleysi fyrir árið 2040 og hafa birt metnaðarfullar aðgerðaáætlun til að ná því. Stjórn Íslandsbanka samþykkti nýlega að gefa út sambærilega yfirlýsingu og núna mánudaginn að þá var tilkynnt formlega að Íslandsbanki, sem bæði rekstur bankans og líka öll óbein áhrif út á lánasafninu á að vera kolefnishlutlaust fyrir árið 2040. Þegar við mælum þetta, þegar við mælum útblástur á gróðurhúsalofttegundum, að þá er oft talað umfang 1, 2 og 3. Íslandsbanki mælir og birtir umfang 1 og 2 og hluta af 3. Við mælum beina losun út af starfsemi bankans sjálfs sem er umfang 1, losun sem tengist framleiðslu á rafmagni og hita til eigin nota, það er umfang 2 og svo í umfangi 3 er ýmis losun úr aðfangakeðjum, þar með talið ferðir starfsmanna í og vinnu sem að í okkar tilfelli er alveg lúmst mikið. Og við höfum semst áður sett okkur markmið að þessi hluti verði kolefnishlutlaus fyrir 2025 og náum við strax í fyrra. En mikilvægur hluti í heildarsótsporum sem kemur frá fjármálafyrirtæki má rekja til lánveitinga. Og það er liður sem í þessum staðli heitir fjárfestingar. Við erum því miður ekki ennþá komið með mjög gott mat á þessari losun, en við erum þáttakendur í samstarfi sem kallað PCAF, eða PCAF. Það er alþjóðleg staðall mælingu og birtingu á fjármagnaðri losun og það er þessi partur sem að bankinn segir að eigi að vera komin í 0 fyrir 2040. En ok, af hverju eru fjármálafyrirtæki við höfum að velta fyrir sér umhverfismálum? Hvað kemur þetta okkur eiginlega við? Sko, ég hefði þetta fyrst og fremst áhuga á þessum málaflokki út frá áhættustýringu, því það er það sem ég vinn við. Og áhættu vegna loftslagsbreytinga er gjarnan skipt í tvennt, eins og Þorsteinn kom inn á. Það er raunlega áhætta eða physical risk, sem er áhættan út af áhrifum loftslagsbreytinga á umhverfið, stakir atburðir eins og ofsaveður og flóð og líka langtímabreytingar eins og hækkun sjávarmáls, súrnun sjávar og svo framvegis. Og svo er það umbreytingar áhætta eða transition risk. En það er áhættan sem skapast við það að breyta svona hratt hvernig allt kerfið virkar. Við breytum lögum og reglum mjög hratt, aukum skattlagningu, það kemur ný tækni, breytum neysluhegðun, breytum lífsstíl til þess að ná fram kolefnishlutleysi. En sem betur fer, að þá teljum við að á Íslandi að þá verður það umbreytingaráhættan sem skiptir meira máli. Og ég segi sem betur fer að því að sú áhætta er raunverulega tímabundin. Á meðan áhrif loftslagsbreytinganna, ef þau verða skelfileg, loftslagsbreytingar mannavöldum, það verða óafturkræf áhrif. En ef við bregðumst hratt við núna, þá verðum við að glíma við umbreytingaráhættuna næstu 10-20 árin. En ef við bregðumst ekki nógu hratt við,
að þá bara raunverulega hætta á að lífsskilyrðin á jörðinni breytist svo mikið að það verður hreinlega ekkert fjármálakerfi í lok aldar. En það er sama hvernig þetta spilast, þá það algjörlega ljóst að áhættan til staðar og fyrirtæki verða að bregðast við þessari áhættu. Hérna með úrklippu frá Guardian. Fyrirtæki sem hunsa loftslagsvána munu fara á hausinn. Þetta sagði Mark Carney fyrir stuttu og hann var þá yfirmaður Englandsbanka. Og fyrir fyrirtæki eins og Íslandsbanka sem hefur það meginstarfi að lána öðrum peninga, að þá þetta grafalvarlegt mál. Það kemur sér mjög illa fyrir okkur ef margir af okkar viðskiptavinum færu á hausinn. Og þess vegna verður við sem banki að ganga úr skuggum að okkar lántakar undirbúi sig og séu í stakk búnir að breyta sínum starfsháttum yfir í kolefnishlutleysi með öllum þeim fjárfestingum sem það kostar og getur svo á sama tíma greitt tilbaka þau lán sem hafa nú þegar verið veitt. Og hérna höfum við listað upp nokkrar pælingar það hvernig áhættan getur legið í útlánsafninu. Þetta alveg í flestum geirum. Þetta í lánum til heimila, lánum til ferðaþjónustu, lánum til sjávarútvegs, byggingarstarfsemi, iðnað og svo framvegis. Það mestum sama hvað maður kíkir, áhrifin koma mjög víða fram, mestum alls staðar. Og hvað ætlar þá Íslandsbanki að gera í málinu? Jú, stjórn bankans hefur sett sjálfbærnistefnu og hún snýst annars vegar það að rekstur bankans sjálfs verði til fyrirmyndar og hins vegar að bankin verði hreyfa til góðra verka út á við. Og fyrir lánasafnið þá má segja að stefnan endurspeglast í tvennu. Það í fyrsta lagi að taka skal tillit til loftslagsáhættu við lánaákvarðanir og verðlagningu útlána. Þetta bara komin í lánareglurnar. Og í öðru lagi það sem kallast sjálfbær fjármálavann. Við höfum sem sagt safnað fjármunum frá fjárfestum sem við lofum svo að lána áfram eingöngu til verkefna sem standast ákveðin mjög ströng skilyrði sjálfbærni. Og með þessu móti geta fjárfestar haft sjálfur jákvæð áhrif og lántakar okkar sem standa sig sérstaklega vel, þeir geta notið þessi betri kjörum. En það má ímynda sér að lántakarnir okkar séu staddir á einhvers konar svona loftslagsrófi, þeir sem standa sig best og geta vottað. Það ekki nóg að standa sig vel, þá líka verið að sýna fram á að menn standi sig vel. Að þeir hluti af sjálfbæra fjármálarammanum, inn á græna endanum. Stærri hlutin af lántökunum ekki ennþá komin þangað, en hefur alveg getu og vilja til þess að þróast í þá átt á næstu árum. Og við viljum gjarnan vera þeim til aðstoð með því til dæmis að fjármagna ýmis umbreytingaverkefni, orkuskipti í samgöngum og fleira. Síðan það vondi endinn. Þar eru lántakar sem að losa mikið, en annarkvort get ekki eða vilja ekki draga úr losun sinni eða undirbúa sig fyrir breyttan veruleika. Þessi hluti sem betur fer mjög lítill og hann mun bara fara minnkandi. Ég veit til dæmis að Grænvangur sem samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda loftslagsmál hefur verið í samtali við öll atvinnugreinafélögin og mér var sagt að það hafi hvergi komið fram nein mótstaða. Svo að það engin sérstök ástæða til að halda að það hafa áhyggjur af einhver almennu viljaleysi í þessum málum. En þá kemur að þessu TCFD dæmi, þetta sama mynd og Þorsteinn sýndi og þegar kannski tekið eftir þegar ég vísa svolítið mikið til þess að það var stjórnin sem setti sjálfbærnistefnu og stjórnin samþykkti yfirlýsingu kolefnishlutleysi fyrir 2040. Og það mjög mikilvægt í öllum fyrirtækjarekstri að stjórnarhættirnir séu skýr þegar kemur á loftslagsáhættu. Og fyrsta atriði sem fjallað í TCFD stjórnarhættirnir eða governance. Fyrirtæki verða ákveða hvar ábyrgðin liggur og greina frá því opinberlega svo að samstarfsaðilar geti metið hvort að málið sé tekið hæfilega alvarlega. Annað atriði svo stefnumörkun strategy, það að það þarf að vera eitthvað plan, hvernig vinnum við með þessum ógnunum og tækifærum sem loftslagsbreytingar hafa á starfsemina. Þriðja atriði áhættustýring, hvernig fyrirtæki tryggja með réttri umgjörð að loftslagsáhætta sé metin og henni sé stýrt. Og svo fjórða eru mælingar og markmið. Það þarf að mæla loftslagsáhættuna og setja sér markmið. Og það vita allir sem hafa fengið lán í banka að góðar fjárhagsupplýsingar eru lykilatriði. Og reikningsskilastaðlar, þeir hjálpa til við að gera fjárhagsupplýsingar samanburðarhæfar, en það var ekkert auðvelt að koma þeim á koppinn. Það hefur tekið mjög langan tíma að þróa alþjóðlega reikningsskilastaðla. Og núna fáum við, okkar kynslóð,
við fáum að hefja samræmt verkefni, nefnilega að þróa og koma okkur saman samræmda leið til að greina frá loftslagsupplýsingum. Og ég trúi því að við séum núna á leiðin inn í tímabil þar sem að fjárhagsupplýsingar einar og sér verði alls ekki nægilegar til að fá lán. Heldur verði loftslagsupplýsingar eins og til dæmis í Nasdaq-leiðbeiningunum með TCFD að bætast við. Og frá bankanum séð líklegra að fyrirtæki sem með allt sitt á hreinu varðandi loftslagið sé líka með fjármálin í lagi heldur en öfugt. Smám saman verður það ótrúverðugt að fjármál geti verið í lagi ef að loftslagsmálin eru það ekki. En eins og ég komst að í loftslagsstemminu sem ég sagði okkur frá áðan, að þá hægt að taka stórstígum framförum í loftslagsbókhaldi bara með því að mæla og fræðast og draga úr óþarfa losun. Það sama gildir fyrirtæki. Það munar mjög miklu að klára strax það sem auðveldast. Næsta skref felur svo í sér mögulega erfiðari breytingar, en þau fyrirtæki sem breyta sér ekki, þau munu á endanum heldur þau lestin. Og það okkar hlutverk sem við vinnum í áhættustýringu í bönkum, sem að lána langtímalán, að fylgjast með og benda á þessa áhættu, af því að það svo sannarlega hægt að stýra. Og þannig endar mitt erindi í dag. Algjörlega frábært. Kærar þakkir fyrir þetta, Kristján Rúnar. Og það svo mikið forréttindi að fá að vinna á vettvangi festu og fá að hitta svona mikið af fólki eins og ykkur sem komið hérna fram í dag sem að gefið okkur von og eru með svona, þú veist, eins og bara fara yfir af hverju hvaðan þú kemur inn í áhættustýringu Íslandsbanka út frá þínu persónulegri sögu. Það mjög inspírerandi. Núna ætlum við að vera með svona panelumræður og við erum með cirka 17 eða 15 mínútur eftir. Og í panelumræðum verða Þorsteinn Kári og Kristján Rúnar og líka Harpa Theódórsdóttir sem er sérfræðingur í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Ég vil einnig hvetja gesti á fundinum til þess að senda í spjallið spurningar. Við buðum líka upp á það fyrirfram að fólk sendi okkur spurningar og ég með senda okkur á festa@samfélagsafl.is spurningar og ég með þær skrifaðar hjá mér sem hafa verið sendar fyrirfram. Aðrar spurningar vinsamlega setið í spjallið. Og já, mér langar kannski til að byrja bara á því að spyrja þig, Harpa, ef að þú unmutar þig, takk. Bara takk fyrir að vera með okkur á fundinum líka og það náttúrulega alveg magnað að lesa mandatið sem að þitt ráðuneyti fer með. Það ofsalega langur listi og þetta svolítið svona einkennandi auðvitað fyrir okkur. Við erum fámenn þjóð, við erum með tiltölulega stórt hagkerfi og við þurfum að kafa djúpt ofan í marga hluti, erum á sama skapi með marga hatta í okkar störfum, öll sem erum hérna saman komin í dag. Þannig að allt þetta til að segja kannski nú ertu búin að hlusta á þessu erindi, þú ert búin að koma að undirbúningi þess að funda líka. Hvað það svona fyrsta sem þið langar að deila með okkur? Þú veist, út af þinni reynslu og yfirsýn sem starfsmaður hjá hinu opinbera. Já, takk fyrir þetta. Það mjög áhugavert að heyra einmitt frá fyrirtækjum eins og Íslandsbanka og Marel hvað þeir taka þessu alvarlega með þessar fjárhagslegu upplýsingar og þetta virðist vera komið inn í kjarna fyrirtækisins og það það sem að í rauninni við vonandi erum að sjá gerast. Ég í raun fer með málefni einmitt reikningsskila og ásreikninga, bókhalds og allt þetta og fjárhagsupplýsingar, við vitum það öll hvað þær eru mikilvægar og að þessar upplýsingar séu vel gerðar og við getum tekið mark á þeim. Og núna svolítið spennandi að gerast í heiminum og Evrópusambandið þarna framalega og við fylgjumst vel með því út af EES-samningnum og það eins og kom fram hérna áðan að koma staðall svipuð hugsun eins og með reikningsskilastaðla að það séu staðlar þessar ófjárhagslegu upplýsingar eða sjálfbærni og mér finnst spennandi að sjá hvernig því mun spila út. Það komin skýrsla sem að ég nefndi við við getum sett link á sem að EFRAG eða tæknihópur Evrópusambandsins að vinna að og þarna eru staðlar sem að unnið hratt af
Það kom einmitt fram hjá Kristjáni að það hefur tekið tíma með reikningsskilastaðlana að koma þeim og það eru ýmsar breytingar á þeim alltaf að koma og það mun gerast einnig með þessa staðla. Þetta er metnaðarfullt plan því að Evrópusambandið telur að þetta eigi að vera komið 2025. Fyrstu staðlarnir líti dagsins ljós 24 eða fyrir reikningsár 23. Og það sem annað merkilegt við þessa staðla að þeir munu áætlað að nái til allra eða lítilla félaga líka, ekki bara þessar stóru, sem sagt SMEs. En þið getið lesið kannski meira það. Annað sem að gerast einmitt það endurskoðun á þessari tilskipun einingatengdar með ófjárhagslegar upplýsingar, ætla ég að segja. Og þar verið að stækka mengið. Ísland gerði það strax að láta þetta ná yfir stórfélög líka, ekki bara einingatengdar almannahagsmunum. En svo sem nær okkur, sem kannski hjá fjármálaráðuneytinu, að þá verið að innleiða 2 reglugerðir sjálfbærni á sviði fjármálaþjónustu og það mun koma ný löggjöf væntanlega á haustþingi sem lýtur af því fyrir fjármálafyrirtæki. Þannig að það margt í gangi, þetta spennandi og mér finnst gaman að sjá að fyrirtæki eru að taka þessu alvarlega. Hugsun hjá hinu opinbera var fyrst að þetta þetta comply or explain, en það til þess að byrja á að láta félögin hugsa þetta og við vildum láta að fara lengra en bara allra stærstu félögin. Næsta skref svo að þetta verði bara hluti af DNA og upplýsingu félaga. Þannig að það margt í gangi. Frábært. Má ég kannski aðeins bara prófaði með þessi lög fyrir fjármálafyrirtæki. Getur þú sagt okkur eitthvað aðeins meira það og kannski það eitthvað, tengist það til að búa til samhengi við TCFD, tengist það þeim mælikvarðum? Það sem núna á næstunni 2 reglugerðir sem að Evrópusambandið hefur gefið út og það eru komnar til framkvæmda þar. Þetta í ferli ES-ferlinu hjá Alþingi og það hægt að ef við googlið eða farið inn á Alþingi að þá sjáið þið að það komið í svokallað 5. greinar ferli ES-mála. Þar eru upplýsingar þetta og þetta eru 2 reglugerðir Evrópusambandsins. Það tengist reyndar TCFD, það eru þessi staðlar og þeir sem ég nefndi áðan sem hugsunin að þeir eigi að taka mið af því að þeir eru í samtali við einmitt TCFD og Sameinuðu þjóðirnar og þessa aðra staðla sem sjálfbærni. Takk fyrir þetta og það nú oft þannig að ég veit að það svo margir að hlusta núna sem hugsa bara Jesus Christ, þetta svo mikill frumskógur og maður hefur fulla samúð með því. Við erum að langstærstu leyti hagkerfi sem byggist upp á litlum og meðalstóru fyrirtækjum og við eigum bara fullt í banki með að reka fyrirtækin okkar. En þetta svo gagnlegt að heyra þetta, og líka bara því að markvisst að skoða eins og sagður á lítil og meðalstóru fyrirtæki og auðvitað tengist þetta allt eins og Kristján kom líka svo vel inn á áðan bara í umfangi 3 líka, þetta allt ein stór virðiskeðja og þá má kannski fara líka að nota markvissara orðið bara vistkerfi. Þetta allt samofið, þess vegna kemur þetta okkur öllum við. En ég með spurningu hér frá Bjarna Herrera hjá KPMG til Kristjáns Rúnars. Financing green versus greening finance. Á markaðurinn að leggja meira áherslu á annað umfram hitt eða þörf á að gera bæði á sama tíma, það fjármagna grænar eignir eða starfsemi og innleiða græna sjálfbæra hugsun í fjármálakerfið í heild. Já, takk fyrir þessa spurningu. Frá sjónarhóli Íslandsbanka ljóst að við verðum að gera bæði. Af því að Íslandsbanki svona sem kallum alliða banki á Íslandi, þannig að við erum með þverskurð af öllu íslenska hagkerfinu og þannig að við getum ekki einbeita okkur bara öðru. Þetta snýst eins og ég sýndi ykkur litróf þarna áðan að þeir sem virkilega geta sýnt að þeir séu grænir og þeim stendur til boða að fá hagstæðari lán. Það financing the green. En svo greening the finance, og það að taka hina sem ekki komin þangað ennþá og hjálpa þeim að taka til hjá sér.
og við ætlum svo sannarlega að leggja áherslu á hvort tveggja og það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtæki að þetta snýst ekki bara einhverja íþyngjandi staðla, heldur þessi staðlar sem við talum núna eru til þess að hjálpa fyrirtækjum sjálfum að fatta áður en of seint hvað framundan. Og það getur krafist fjárfestinga. Það þarf að fara í tæknibreytingar, það þarf að hugsa eitthvað hluti upp á nýtt og það mun kosta pening og við erum með á kantinum tilbúin pening sem við erum búin að safna til þess að lána í akkúrat svona starfsemi. Þannig að á Íslandi mun klárlega hvort tveggja skipta mjög miklu máli. Ég hjó einmitt eftir líka í þessari orðræðu í kringum TCFD að það er talað að valdefla flæði fjármagns til þess að skilja betur, þekkja betur, til þess að geta tekið ákvarðanir sem stuðla að grænni fjárfestingum. Þannig ég held að það sé líka bara ákveðið humility í því að nálgast það þannig. Við þurfum náttúrulega að uppfæra okkur rosalega hratt. Mig langar að spyrja þig, Þorsteinn Kári, nú ert þú helsti sérfræðingur hjá stærsta fyrirtæki á Íslandi sem er starfrækt í mörgum heimsálfum að gera alveg magnaða hluti og þið tengið saman nýsköpun og matvælaframleiðslu og eru með sjálfbærni svona gegnumgangandi í ykkar rekstri og samfara því þá eru þið líka og hafi verið mjög leiðandi á þessu sviði á Íslandi. Kannski með þessa svona að einhverju leyti þyrlusýn en líka dýptina alveg hiklaust. Hvað finnst þér mikilvægt að við höfum í huga, þú veist, nú erum við með Hörpu til dæmis frá hinu opinbera. Hvað er mikilvægast kannski fyrir okkur að horfa núna bara til þess að við í íslensku atvinnulífi bara förum í alvörun að gera þetta og okkur finnst við valdeld til þess af því að þetta getur verið mjög svona lúkkað mjög íþyngjandi eða svona stórt og mikið. Hvar byrjum? Hvað er mikilvægast að við byrjum á svona í heild saman? Sko, ég held að það sem við þurfum að byrja á í heild saman er að til dæmis bara það sem að mér finnst ótrúlega mikilvægt er að við þurfum að bera alveg svona ómælda, þú veist, raunverulega ómælda virðingu fyrir málaflokk. Að þetta sé ekki svona eitthvað hliðarverkefni, þetta sé ekki eitthvað svona dæmi það sem við bíðum eftir að fá einmitt athugasemd að við höfum ekki leitt inn einhverja reglugerð eða við ætlum að halda áfram að vera með 2 aðila hjá ríkisendurskoðanda sem fer yfir alla ásetninga og að bæta bara ofan í einhverjum svona nýjum reglugerðum hægri og vinstri sem að tengist í að við ætlum að allavega halda í við regluverkið. Ég held að það sem við þurfum að gera er að ákveða að vera metnaðarfull og við þurfum að ákveða að við ætlum svo sannarlega að taka þátt í þessum alþjóðlegu og ótrúlega hröðu breytingum og að við ætlum ekki bara, eins og Kristján var að segja, við ætlum ekki bara að vera að taka réttu ákvarðanirnar, við ætlum líka að hjálpa öllum þeim sem er ekki alveg að skilja þetta að stíga upp og við ætlum að hjálpa bara litlum og stórum fyrirtækjum að taka þátt í þessari vegferð sem við viljum vera á. Ég held að loftslagsmálin eru stóra málið sem er bara talað með viðskiptalífinu í dag. Þetta er ekki bara einhvern veginn svona eitthvað global mál sem er alltaf rætt inn í einhverju stórum fundasal hjá Sameinuðu þjóðunum. Þetta er komið inn í alla fjárfestafundina. Þetta er komið inn í það hvernig krakkarnir í skólanum hugsa næstið sitt. Þetta er komið inn í það hvernig neytendur taka sínar ákvarðanir og fleira og ef Íslendingar ætla allavega bara að halda áfram að lifa á fornri fræði þegar við af illri nauðsyn á sínu tíma byggðum upp hitaveitur og vatnsfallsraforkukerfi að við ætlum að halda áfram að stæra okkur af því sem okkar innslag í loftslagsumræðuna, þá held ég að við munum bara lenda í vandræðum. Þannig að stóra málið er að við ákveðum að halda áfram að vera stór og að leiða og að við tökum svolítið meira svona djarfar ákvarðanir. Þetta verði ekki svona, að ég bara svo oft sé fyrirtæki ákveða að ætla að vera rosa sjálfbær og flott og kannski fá einhvern ráðgjafa til að semja voða fína stefnu og síðan allt í einu bara 3 árum seinna það verður ekkert gerst. Og bara, þú veist, við erum eyja. Ég meina, Bornholm er ekkert eitthvað miklu minna en við, en árangurinn sem hefur náðst þar í bara minnkun á sorpi
40%, bara, þú veist, að færa sig úr því að vera háð öðrum í orku yfir í að vera 75% framleiða sinni eigin orku á 10 árum. Það alls konar svona hluti sem að við getum bara, við höfum ekki verið svona feimin við núverandi öfl og núverandi kerfi vegna þess að þau eru að fara að breytast svo hratt að ef að við erum ekki djörf og við erum ekki ákveðin þá bara held ég að við verðum svolítið eftir á. Ég held samt sko að því að þetta er svona pingulíti svona harðort og neikvætt þetta hjá mér, þá ætlum ég samt líka að segja að það er ótrúlegt að fylgjast með slagkraftinu sem er að myndast akkurat núna hérna á Íslandi. Bara svona sem dæmi að við séum að ræða hérna TCFD sem fyrir ári var ekki á radarnum hjá neinum sem ég þekki í loftslagsmálum eða svo gott sem að það séu 100 manns og fleiri sem vilja komast að og fólk sé hérna með skýrar og sterkar spurningar og það séu sérfræðingar sem geti svarað þeim. Það er bara, það sýnir okkur að við erum alveg, við getum þetta alveg. Ég held að svona hugarfar okkar Íslendinga með þetta tileinka okkur það að vera sérfræðingar hratt og taka bara djarfar ákvarðanir þegar það þarf að gera. Það á eftir að standa með okkur ef við viljum fara þessa leið. Frábært, takk fyrir þetta. Þetta er heiðarlegt og kraftmikið svar og ég held líka bara að þú veist að heimurinn er að breyta svo hratt. Það er allt í lagi að horfast í augu við hvað betur fara. Það er bara mjög heilbrigð umræða. Okkur voru sendar, ég reyni að tala hratt núna því ég er að klára svo mikið en við endum í dag. Okkur voru sendar spurningar á e-mail og ég ætla að lesa spurninguna. Hver er staða jarðvinnuverktaka í þessari umræðu loftslagsvá? Fyrirtæki sem gera út sína þjónustu með stórvirkum vinnuvélum og vörubílum. Er eitthvað sem þeir geta gert eða ættu að vera að gera í sjálfbærni og samfélagslegri ábyrgð? Ég sendi út þessa spurningu því ég hef lítið sem ekkert lesið eða heyrt slíkan iðnað í sambandi við sjálfbærni. Eru fyrirsjáanlegar reglugerðarbreytingar sem munu hafa áhrif á þennan verktakabusiness í fyrirsjáanlegri framtíð? Og ég varpa þessu svona út í kosmosi hér og kannski bara til að segja ykkur, ég hafði samband við samtök iðnaðarins sem hjálpuðu mér að fá upplýsingar frá mannvirkjageiranum hvað þetta varðar. Þetta er rosa mikilvæg spurning, þetta er heill geiri og hann hefur mikil áhrif og svona. Og þetta er efni í annan fund, en svari var að mannvirkjageirin er þátttakandi í frumkvæðum eins og byggjum grænni framtíð og þau vonast til að þetta verkefni muni spila stóra rullu í umbreytingu í geiranum. Þannig að það er einhverja vísbendingar umbreytingar í geiranum. Samkvæmt þessu við skulum bara skilja við það svar hér og þetta er eitthvað sem við getum öll líka bara leita svara við svo í framhaldinu. En umbreytingar í geirum er kannski líka bara hluti af lyklunum að þessu öllu. Það hafa borist þó nokkuð spurningar. Til dæmis frá Hrefnu Ösp Sigfinnsdóttur. Spurningar til Kristjáns Rúnars. Kristján, ég má bara beða að vera mjög skorinortur. Nú er Íslandsbanki í söluferli. Finnið þið skýran áhuga að fjárfesta á sjálfbærnistefnu bankans? Já, ekki spurning. Algjörlega og við erum tiltölulega heppin kannski hvað það varðar. Við erum búin að undirbúa þessi sjálfbærni alveg í 2-3 ár en vissum í sjálfu sér ekki fyrir en bara nýlega að það var ætti að fara að selja okkur 1-2-3 og þannig að við vorum vel undirbúin og höfum fundið mjög mikinn áhuga hjá ráðgjafum okkar sem ráðleggja ykkur í sölunni og þeir eru virkilega ánægðir með hvað við erum komin langt og við sjáum það líka að þeir eru nýbúin að gefa út sjálfbært skuldabréf sem var seld á alþjóðlegum mörkuðum með söfnum 50 milljörðum króna og það var mikil umframeftirspurn. Þannig að bara algjörlega, það er engin spurning að þetta hjálpar okkur mjög mikið í söluferð. Þið eru greinilega að gera hluti sem hreyfa við og það er alveg frábært og talandi hugrekki eins og Þorsteinn kom inn á áðan. Það er önnur spurning líka til þín, Kristján, ef þú getur líka svarað henni mjög skorinort, þú ert mjög góður í. Stendur til að takmarka eitthvað lánveitingar til nýbygginga? Til dæmis þar sem verið er að nota mjög mengandi byggingarefni eins og sement og stál versus byggingar og timbri. Nú á ég ekki við grænu lánin, heldur beina takmörkun á beinum lánveitingu til grárra fasteigna. Já, sko við ætlum ekkert að valda einhverjum óskunda og ætlum ekkert að fara hraðar heldur en umhverfi okkar ræður við. Þannig að við byrjum auðvitað bara á samtali og reynum að vekja þessa verktaka umhugsunar. Er hægt að velja steypu með minna sementi, er hægt að nota annað byggingarefni og bara vera hvetjandi til að byrja með. Þannig að við ætlum ekki að skella í lás, við getum það ekki strax, en eftir sem er nærri á 2040, þá held ég að það kom alveg til greina, bara eins og allt umhverfi mun hafa þróast á þeim tíma.
Takk kærlega fyrir þetta. Ég ætla að reyna að taka saman umræðina hérna á 1 mínútu. Ég veit að það er rosalega margt sem að við höfum viljað fá frá ykkur, Harpa, Þorsteinn og Kristján Rúnar. Þetta er búið að vera ótrúlega flott umræða. Ráðherra líka kom með kröftugt og mikilvægt innlegg. Við erum líka að fá komment hérna í spjallinu sem er mikil hvatning og þakkir fyrir að taka upp þessa umræðu. Við munum halda fram að gera það, til dæmis að fundi núna 29. apríl með félagi löggiltra endurskoðenda og fleira sem að við kynnum núna bara seinna í dag. TCFD, hérna, aftur, þetta er skammstöfun, en það er alltaf læg, við kannski venjumst en annarri skammstöfunni. Við veitum allt hvað inntakið er, það er það sama í öllu sem kemur að grænni framtíð og sjálfbærni. TCFD fjallar þitt fyrirtæki eða þitt land. Það skerpir mjög á upplýsingöflum eins og Þorsteinn kom inn á. Það er ekki svona spekulasjónar stærra samhengi eða tilraun til að kortleggja stærra samhengi sem er samt líka mjög gagnlegt, en þetta fjallar mjög spesifíkli rekstrareiningar og stofnanir. TCFD fjallar að rýna í áhættur og tækifæri sem er líka rosalega mikilvægt og kemur aftur inn á tækniþróun sem við nefndum hérna áðan, og tækifæri sem tækniþróunin gefur okkur til þess að skilja vandann en líka til þess að skapa tækifæri og koma með lausnir og áskorunum. Kristján kom inn á það áðan og ég held að mér sé óhætt að segja bara við ykkur öll að það eru æðstu stjórnendur á hverjum stað sem kalla eftir þessu, hvort sem eru stjórnir, framkvæmdastjórar, fjárfestar. Þetta er krafan og það er mikilvægt að krafan komi þaðan. Að það sé styrkur í ákvarðanatökunni þannig að þetta drífir hlutina áfram. Þannig að takk fyrir hugrekki, takk fyrir að sýna leiðtogahæfni í þessa átt, það er bara mjög mikilvægt, og hvað þá að taka skref sem eru ekki bara að hlýða heldur að taka þróunina lengra. Ég ætla bara að hafa eftir Mark Carney, fyrrverandi seðlabankastjóri Englands og Kanada. Sérlegur erindreki breska yfirvalda á loftslagsfundinu núna í ár, fyrirtæki sem að taka þetta ekki föstum tökum verða gjaldþrota á einhverju tímapunkti. Mér fannst æðisleg punkturinn hjá Kristjáni með reikningsskilastaðlar. Við okkur blasir einstakt tækifæri í dag að endurskilgreina og endurhugsa þetta verkefni. Mér finnst það frábær sjónhverfing og miklu meira spennandi heldur en margt annað orðalag sem við höfum haft. Við erum búin að tala í öllum erindunum, það skiptir rosa miklu máli að upplýsingagjöfin sé skýr. Ég verð að vita hvað ég á að gera. Ég verð að skilja hvernig mitt fyrirtæki á að reportera þannig að það make sens fyrir fjárfesta og lánveitendur og viðskiptavini. Það er verkefni okkar allra, ég heyri það alveg, það er public-private partnership utan það. Og það má hugsa sem svo að snjallvæðing og tæknivæðing hjálpa okkur við að hagræða og svona streamlæna upplýsingagjöf, reglur og lög. Þorsteinn, þú ert með hendur uppi. Ég ætlaði bara að fá að koma inn á í lokin, þannig að ég náði ekki að segja það áðan, en við hjá Nordic CEOs for Sustainable Future, í sérstaklega Marel í samstarfi við Storebrand eru búin að vera að undirbúa og ætlum að gefa út núna bara á næstu vikum leiðbeiningar, 12 skref fyrir fyrirtæki til þess að komast á stað í loftslagsáhættugreiningu sinni og hvernig á að reportera það. Einfalt fyrir öll fyrirtæki með skýrum og þægilegum dæmum til þess að grípa niður í, og ég bara hlakka til þess að kynna það fyrir öllum. Ég vona að það muni vera góð punktur inn í umræðuna. Er það á íslensku? Það verður á ensku. Þetta verður fyrir öll fyrirtæki í heiminum. Það er bara hugmyndin. Meiri áttar, og ég vona að við fáum því og dreifa boðskapnum á vettvangi samfélagsmiðla festu sem dæmi. Þetta er frábært framtak. Bara þakkir fyrir það. Bara þakka ykkur öllum fyrir að vera með okkur í dag, bara frábær mæting, og við munum deila þessu fundi áfram. Það eru linkar inn á viðburðarsíðu okkar sem að tengjast þessi málaflokki ef ég vilja kynna ykkur hann ennþá betur, og Harpa ætlaði svo Theódórsdóttir að deila með okkur skýrslu sem að kemur okkur líka mjög mikið við, og við munum deila henni áfram í festu. Ég held að ég verði bara að segja stopp, það er svo margt sem mann langar að segja, en takk fyrir okkur í dag, takk fyrirlesara fyrir stórkostlega kröftu og bara beitt erindi. Takk fyrir. Takk sömuleiðis.